Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðinni og verið velkomin á Rósina. Í þetta skipti ætlum við að hnýta eina af flugunum hans Þórðar, eina af þessum svokölluðu doddaflugum. Og þetta er Laxá Blá. Og þessi fluga hefur farið út fyrir landsteinana og gert gott mót á fleiri stöðum heldur en í Aðaldalum og fleiri stöðum heldur en hérna á Íslandi. En við byrjum á því að festa niður ávallt silfur sem er úní silfur og síðan það hafa þetta hérna hans aftar sem komið upp skrift. Geymum silfrið þann sem við notum restina af því í vöfin á búknum. Næst kemur gult floss. Það erum við að nota úní gult sem sé floss og við erum að nota ávallt silfur sem er líka frá úní og broddurinn er sem sé úr gulu flossi restina á honum og þar á eftir kemur gullfasani sem er sem sé stíli á flugunni. Kemur þetta svona, svo kemur restin af broddunum hérna á. Svona. Tvinnin sem ég er að nota í þessa er 12-0 frötin tvinni. Ágætis tvinni fæst í flugubúlunni og fleiri stöðum. Það er ágætt að nota, við erum ekki að nota ósvera tvinna í flugur, sérstaklega laxaflugur sem eiga eftir að þú veist að er að fara að vera dálítið mikið efni á búknum. En við notum gullfasana sem sé í búkinn, eða í stélið segi. Það er sem sé natúral. Svona. Drögum þetta til svona. Endin á þessu hérna í burtu. Og því næst eftir þetta kemur kragi sem er strútur. Svartur strútur. Nokkuð algengt í þessum fínni laxaflugum að sé kræja þeim sko. Og við erum að tala kræji hérna aftan. Það er bara gaman. Það er að reyna að vera fancy. Og voru fancy. Þetta er glæsileg fluga hjá honum Pétri. Honum Þórði sig, Péturs. Svona. Læsum þetta niður, þetta komið. Og búkefnið á þessa flugu er ljósblátt floss. Skellum ávalega silfurinu hérna niður. Og því næst kemur ljósblátt floss sem er úní og það kemur hérna niður og þið sjáu á þessari flugu það er eitthvað royal við þetta. Það er eitthvað elegans í gangi. Klippum þetta í burtu hérna. Og svo kemur búkurinn á fluguna. Það er sem sé ljósblátt floss. Lokum því þetta niður. Klippum burtu restina.
Hún eitthvað í flækju, þetta eitthvað svona tætt, þannig við hendum því. Þetta allt hérna eitthvað tætt og ruglað. Viljum ekki hafa það svoleiðis. Þá kemur ávallt silfur yfir þetta. Það þessi yfir búkinn. Fínir svona 4 vafningar af silfurinu yfir búkinn. Og grípum þetta hérna og festum með tvinna, klippum í burtu silfrið, það að segja ávalega silfrið, og þá svona að fara að sjá fyrir endan á þessu. Þá næsta í þessa flugu skegg og við notum hérna fanir af blárri hanafjöður og skeggið á þessa flugu má vera dálítið hérna sig, má ná alveg aftur á oddinum á tvíkarökinni og þá festi ég þetta yfirleitt svona, 2-3 þéttum snúningum. Svo getum við dregið þetta til, sjáum við, nei svona. Ef ég alveg sáttu við þetta þá gerum við fastar, alveg fullkomið. Og svo tökum við restina af þessi burtu og nýtum þetta alveg pikkfast. Þá er skeggi komið á hana og þá er eina sem við höfum að gera að setja á hana, það er væng. Það er blár íkorni sem er svona venjart íkorni. Sama gamla góða trikk sem íkorna, það er að mæla þetta. Taka hérna undirhárin úr geiminu, losna við þau. Mæla þetta aftur. Þetta er mjög fínt skott sem við með hérna. Þetta er cirka bát það sem við viljum hafa í lengd. Þá lökkum við þetta og það er alveg sérstaklega mikilvægt ef þetta er svona fín hár. Lökkum við hérna og nýta. Drekkur þetta í sig smá lakk og tekur þetta svona saman, þá er allt annað líf að vinna með þetta. Sjáum við það. Ég skoðaði vænginn hérna megin, ég sáttu við þetta báða megin, frábært. Og við höfum alltaf fært vænginn til og aðeins að vera í einhverjum áhyggjum með það ef við missir hann, að hann detti allur og fari allt út allt, en lakkið heldur honum alveg saman. Frábært triks með lakkið. Þá bara búum við til haus á fluguna, það þarf ekki að vera stærri en þetta. Og þá erum við bara góðir og góð. Þannig að það er bara hnútur á þetta og svo smá málingavinna í restina og við kallum þetta gott bili. Hér hafið hana, Laxá blá, eftir hann Þórð Húsavík, Dodda. Og þá er bara lakkið eftir. Það lökkum hérna á hausinu á þessu. Það lakkið yfir þetta allt. Gjörðu þið svo vel, Laxá blá. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, þið megið endilega gerast áskrifundur á rásinni, setja like á vídeóið og deila því, en þangað til næst þá hafið það bara gott og ég þakka kærlega fyrir áhorfið. Takk fyrir.